Ég komið sæl. Um, já, eins og Doddi sagði, þá ætlum ég að ræða við ykkur sjálfvirka skráningu. Veit þetta hljómar eitthvað útópískt og ógeðslega næs. Þetta er sjálfvirkni að einhverju leyti, en þó að við séum búin að komast mjög langt og frekar stuttum tíma, bara hérna fyrir ári síðan þegar ég var að ræða við ykkur síðast á fræðslufundi, þá voru þetta fjarlægir draumar. En við höfum náð að koma alveg ótrúlega miklu í gang núna undanfarið ár, en enga síður þá er þetta enn þann dag í dag þannig að við þurfum mennsk augu. Það er ekki neitt að fara að taka störfin ykkar alveg strax, þannig að ekki hafa neinar áhyggjur. En enga síður þá er mikill vinnusparnaður sem að fylgir þessu nýja verklagi hjá okkur. Og eins og sjáu þarna þá er þetta sem sagt sjálfvirkni í skráningu rafræns skylduskilefnis. Þannig að ég ætla að vera að byrja svona aðeins á að fara yfir hvað við erum að tala þegar við erum að tala rafrænt skylduskilefni. Landsbókasafn er náttúrulega skylduskilasafn. Það er í lögum að við þurfum að fá ákveðin mörg eintök af öllu útgefnu efni á landinu og líka bara á íslensku tengt við þennan íslenska menningararf. Og þetta rafræna skylduskilaefni, það hefur alveg pínulítið verið vesen. Þetta er bara nýr raunveruleiki og það er oft svolítið erfitt að koma höndum yfir þetta. Og það er þetta að skipta þessu svona í tvennt. Við erum sem sagt annars vegar með þetta gráa efni og þá erum við að tala sem sagt svona skýrsluefni unnið sem sagt af opinberum stofnunum og fyrir almannafé og þetta er útgefið efni en þetta er náttúrulega ekki markaðsefni. Þetta er bara opið öllum á internetinu og í raun og veru er það þannig í lögunum að það er nóg að hafa birt þetta á vef, þá ertu búin að uppfylla skilaskylduna. En raunveruleikin er samt bara sá að það er ekki nóg. Þetta er ekki varðveitt að eilífu þó að þú setir hlut á netið. Internetið er mjög hverfull hlutur. Þannig að við höfum svona reynt okkar besta og í samstarfi við Gegnumsamlagið að skrá þetta efni og koma því í varanlega varðveislu. En þetta er alveg rosalega mikið. Og staðreyndin er bara sú að það er bara alveg rosalega mikill svona backlog af þessu efni. Bæði sem er komið í hús til okkar og líka bara sem við vitum á að núti en erum ekki búin að ná til okkar. Þannig að við inn á Landsbókasafni erum með svona stofnanir í vöktun þar sem að starfsfólk á sína stofnun og passar upp á að fylgjast með útgáfunni og svo eru náttúrulega ennþá einhverjar stofnanir sem eru með skrásetjara og skrásitt efni beint í gegni en þeim fer bara alltaf fækkandi. Þannig að það er ekki hægt að treysta á það að við séum að ná öllu eins og staðan var. Síðan erum við með þetta rafræna skylduskilaefni sem er svokallað markaðsefni. Þetta eru þá rafbækur og rafrænar hljóðbækur sem að fara í almenna sölu og á streymisveitur og við þurfum að fá þetta líka en þetta er náttúrulega bara höfundaréttarmál og þetta er lokuvarðveisla hjá okkur en við þurfum samt sem áður að eiga þetta og sýna fram á að þetta sé til. Þannig að skráningin, það er ekki nóg að eiga þetta, við verðum að skrá þetta líka svo að við vitum hvað sé til. Og við erum nú alveg í ágætis samstarfi við langflesta útgefendur, þeir skila til okkar en þetta er líka rosalega mikið þannig að við vorum alveg svolítið að díla við það að það var að safnast upp á drífunum hjá okkur og við vorum ekki að ná að halda í við að skrá þetta efni. Og eins og þið öll vitið, þá er náttúrulega frumskráning á Mark 21 sniði í Ölmu tímafrek vinna. Þetta er bara flókið og þetta tekur bara mikinn tíma. Þannig að við vorum að leita svona einhverja lausna til þess að gera þetta verklag aðeins auðveldara fyrir okkur. Og virkar þetta ekki? Getur þú skipt glæru fyrir mig, Ómar? Þannig að við fórum svona að skoða hvað
væri hægt að gera í þessu og við fylgjumst nálega með því hvað í gangi í löndunum í kringum okkur og erum í samstarfi við önnur þjóðbókasöfn og aðra svona aðilar sem að búa til bókfræði skráningar á Norðurlöndunum og þannig komumst við að því að það er búið að vera að þróa þennan opna hugbúnað á annars vegar þjóðbókasafninu í Noregi og hins vegar þjóðbókasafninu í Finnlandi. Þetta hugbúnaður sem heitir Meteor sem kemur frá Noregi og Meteor stendur fyrir Metadata Extraction of Offentlige Rapporter, sem sagt bara lýsigagna útdráttur á opinberum skýrslum og þeir þróuðu þetta því að þeir voru að díla við alveg sama vandamálum við. Þannig að þetta sem sagt hugbúnaður sem að dregur lýsigagn beint úr PDF-skjölum. Lesskjalið reynir að átta sig á því hvað titill, hvað útgefandi, hvað ár komið út og svo framvegis. Stundum virkar þetta mjög vel, stundum nær hann engu, ég sýni einhvern þetta betur á eftir. Og svo hinn hugbúnaðurinn sem við erum að nota hugbúnaður sem heitir Annif og það svona machine learning hugbúnaður sem að getur efnisgreint texta. Og þennan hugbúnað þurftum við að þjálfa innanhús á Landsbókasafni til þess að geta lesið íslensku og gefið efnisorð úr lykilskrá. Og þetta líka svona mjög misjafnt hvernig niðurstöðurnar eru. En þetta samt alltaf betra en ekki neitt. Við erum aldrei lengur að byrja á núllpunkti. Alltaf þegar skrásetjari kemur á færslunni núna, það búið að fylla út í eitthvað. Þó að það sé kannski bara útgáfár og titill og kannski tillögur að einhverjum nokkrum efnisorðum. Þá það samt betra heldur en að byrja út frá tómu færslusniði í Ölmu. Þannig við byrjum þessa vinnu bara, við vorum svona aðeins búin að fikta með þetta og svo byrjuðum við af alvöru að vinna með þetta bara mitt síðasta ár og tókum þetta í notkun í janúar. Og á sama tíma þá komumst við í samband við þennan danska raf- og hljóðbókaútgefanda sem heitir Saga Egmont sem við vissum alveg af en var búið að vera pínu vesen að komast í samband við. Við vissum að þetta efni væri þarna og það ætti að skilast til okkar en við náðum ekki neitt. En svo allt í einu bara komst samband þarna á milli og þeir bara í Evrópu, aðallega í Danmörku og þar af leiðandi eru þeir mjög frábrugðnir íslenskum bókaútgefendum. Þeir eiga bara lýsigögn sem þeir nota til þess að selja bækur á netinu, setja streymisveitur og þeir skila nú þegar til annarra þjóðbókasafna þessum lýsigögnum sem eru á þessu Onyx lýsigagnasniði sem lýsigagnasniði sem alveg staðlað og notað af bókaútgefendum mjög víða í heiminum en ekki á Íslandi. Þannig að það frekar auðvelt að taka á móti þessum lýsigögnum fyrir okkur. Það bara til vörpun sem að segir bara að þessi merkimiði í Onyx þýðir þetta í marksniðinu þannig að við bara tökum á móti gögnunum og vörpum þeim yfir í mark 21. Og þetta kom á alveg frábærum tíma því að við gátum einhvern veginn svona samtvinna þessi verkefni og tökum þess að núna inn í Ölmu og rafhlöðuna með sama hætti. Þannig að bæði þessi lýsigögn sem eru tekin úr beint úr PDF-skjölunum og þessi Onyx lýsigögn, þau eru núna unnin með þau fyrir utan kerfið og svo eru þau keyrð inn í Ölmu og rafhlöðuna. Ég get aftur ekki skipt. Gott að vera með svona aðstoðarmann. Og þetta gerum við inn í þessu kerfi sem heitir Lísa. Lísa og Alma, þær eru systur, aðalskvísundar. Lísa vinnuborð sem við bjuggum til sem tengt við Ölmu með API-tengingu og þar vinna skrásetjarar með þessar færslur. Bæði Meteor og Annif færslurnar og líka Onyx færslurnar frá þessum útgefanda. Og þetta viðmót miklu einfaldara heldur en viðmótið í lýsigagnaritli Ölmu. Þarna erum við bara að vinna með gögnin á mannamáli en ekki á mark 21, þannig að það sér enginn hvernig markfærslan lítur út fyrir að búið að hlaða henni yfir í Ölmu.
Og eins og ég sagði, það er þetta tengt við Ölmu, þannig að á þeirra það er búið að hlaða færsluðarna inn, alveg saman hvort að það er PDF-skjal, opinber skýrsla eða Onyx-færsla, þá athugar kerfið hvort hún finni svona færslu sem gæti verið sama færslan í bókfræðigrunni Gegnis. Og líka tenging við nafnmyndaskrána, þannig að við getum tengt öll höfuð við rétta nafnmynd áður en að færslan er samþykkt. Þannig að þegar við samþykjum færslu og lýsu þá á hún að vera nokkurn veginn alveg tilbúin. Við eigum ekki þurfa að fara inn í lýsigagnaritilinn og laga neitt. Það kemur þetta fyrir en það er svona draumurinn. Og eins og ég sagði, þá bara varpast þær yfir á Mark 21 þegar þær eru keyrðar inn í Ölmu. Og ekki nóg með það að þær fara inn í Ölmu, þá fara þær líka alla leiðin inn í rafhlöðuna sem er varðveislusafnið okkar. Verklagið með rafhlöðuna var þannig að það var skráð færsla í Gegni og merkt með rafhlöðumerkingu sem þýddi að hún ætti að fara í rafhlöðuna og síðan fóru lýsigögnin úr Ölmu yfir í rafhlöðuna en það þurfti einhver starfsmaður á Landsbókasafni að fara handvirt og hengja PDF-skjölin við rétta færslu. Núna gerist þetta allt sjálfvirt. PDF-skjalið og lýsigögnin þeir lenda bara á alveg sama stað og þetta er mjög mikill vinnusparnaður fyrir okkur. Og við erum búin næstu því með allar færslurnar sem við fengum frá Saga Egmont. Þær voru yfir 1600 talsins og við byrjuðum að vinna þær í janúar og við erum búin. Ef við hefum verið að gera þetta handvirt í Ölmu, ég veit ekki hvað við erum búin með margar, við værum ekki nálægt því að vera búin. Og erum svo að byrja að vinna í því að taka hraðar inn gráa efnið. Við ákváðum að einbeita okkur að því að klára fyrst þessar Saga Egmont færslur sem við fengum stóru skilin og núna fyrir við svo alveg að dundra inn gráu efni í gegnum lýsu og þið sjáu þessar færslur alveg örugglega í kerfinu. Þær eru merktar. Það má skipta. Þannig að já, hvernig virkar þetta? Ég ætla að fara bara gegnum verklagið með gráa efnið og það er alveg frábært að ég geta sýnt ykkur beint inn í kerfið en það er alveg lokað. Það er bara að nota innan hús Landsbókasafnið, þannig að því meir gæti það ekki en ég er með skjáskot og svona. En þetta virkar sérst bara þannig að PDF-skjölum er hlaðið inn í kerfið og það er annarkvort hægt að bara copy-pasta link url af síðu hjá stofnuninni eða hlaða skjalinu beint inn ef við erum með það. Og síðan er skjalið sérst keyrt í gegnum Meteor og Annif hugbúnaðinn og Meteor dregur lýsigögnin beint úr skjalinu og þá fer rosalega mikið eftir uppsetningunni á skjalinu hversu vel gengur að fá lýsigögn. Ég ætla að sýna ykkur þessa skýrslu á eftir og ef þú horfir aðeins á þessa forsíðu og reynir svona ímynd ykkur hvernig það kemur út og svo sjáum við það á næstu glæru hvað Meteor nær úr þessu. Og svo les Annif líka skjalið og efnisgreinir það og stingur upp á efnisorðum, samþykktum efnisorðum úr lykilskrá. Og það athugar hvort það gæti nokkuð verið sambærileg færsla til og þá fær skrásetjari sem að fer yfir svona meldingu niðri og sér þá bara MMS-ID úr Ölmu og getur tjekkað, er þetta það sem ég er að reyna að skrá eða er þetta ekki það sem ég er að reyna að skrá. Og þetta mats virkar alveg frekar vel. Þannig að þarna er þessi skýrslana sem að forsíðan var hann á hinni síðunni og þannig að sjáu þið hvað ég fæ. Þetta er það sem ég fæ þegar ég er búin að keyra hugbúnaðinn á. Þið sjáu að ég fæ titilinn allan í hástöfum. Ég næ hvorki Vegagerðinni né Eflu af því að þetta eru logo, þetta er ekki texti. Og hún pikkaði bara upp einn höfund, það eru raun og veru 3 höfundar að þessari skýrslu. En engu síður þá er þetta alveg ég get byrjað með þetta og þetta er skráningaviðmótið inn í lýsu. Þetta eru bara reitir sem við fyllum upp í og þar sem að lyklarnir eru, þar ef ég byrja að skrifa, ef ég fer að leita að Þorbjörgu Sævarsdóttur og set bendilin í reitin, þá kemur bara svona drop-down gluggi þar sem eru samþykktar nafnmyndir úr Gegni. Þannig ég get tengt strax við réttan einstakling. Eina sem við þurfum að gera alveg handvirkt sem kemur aldrei, það er flokkstalan. Við reyndum að þjálfa Annif í að gefa flokkstölur en það gekk ekki upp. Kannski förum við einhvern tímann aftur að því. En það er eina sem að þarf að gera alveg handvirkt. Þó að það kæmi rosa fín færsla út úr Meteor sem að gerist alveg stundum. Þá þyrfti ég samt alltaf að setja flokkstöluna inn handvirkt. Og það er
sem sagt fyrir rafhlöðuna, við erum með svona efnisflokka í rafhlöðunni sem að byggja á flokkstölunni. Og svo þarna til hægri sjáu þið hvað Anný vill að ég geri við þessa skýrslu, hvað efnisorð hún vill að ég setja á þetta. Hún sem sagt, Anný fyrir tengt bæði við eiginlega efnisorð og landfræði heiti og það mjög misjafnt hvernig niðurstöðnar úr þessu eru og þetta eitthvað sem maður þarf alltaf að fá mennsk skrásettur og augu til að fara yfir. Þannig að þetta er það sem hún vill. Ég setja þessa skýrslu og svo máttu skipta á maður og þá sjáum við í raun og veru hvernig færslan endar. Það voru endaði sem sagt á því að það voru engin efnisorð sem komu úr Anný notuð í þessari færslu. En það breytir því ekki að það er hægt að setja þau þannig inn á sama hátt á nöfnin bara ef þú byrjar að skrifa í reitin þá kemur drop-down listi þannig að þú getur valið samþykkt efnisorð og þú getur bætt við fleirum eða hætt við. Svo með höfundana þá er það bara þannig að þú getur bara dregið þá sá sem er efstur, hann fyrir 100 svið og hinir fyrir 700. Þannig að svona lítið vinnuburði útsett í heild. Þú ert alltaf með þessa færslu þannig við hliðina svo getur breytt og bætt og svo ertu með sjálf PDF-skjalið megin. Þannig að þú sérð strax það sem þú ert að vinna með. Þú þarft ekki að vera með það á einhverjum öðrum skjá í öðrum glugga. Þannig að þetta er mjög þægilegt. Já, þetta er mjög þægilegt vinnulag. Og svo næst að glæra þá er þetta sem markfærslan sem að fór yfir í Ölmu og þið sjáu það að í 040 er hún merkt að þetta eru færsla sem kemur úr Meteor og allar færslunar sem að koma úr Onyx lýsigögnum eru merktar eins nema bara með safnakóða Landsbókasafns og Onyx og já, þannig að það var ekkert gert meira við þessa færslu. Hún var bara hlaðin í Ölmu og þá er hún komin svona. Og næsta þá sjáum við hvernig það lítur út í rafhlöðunni. Og það er eins, þetta verður til algjörlega sjálfvirkt eða búið að samþykja færsluna í Lísu. Þannig að, já, ég held að ég sé ekki með meira til að segja frá þessu. Spurning hvort við höfum tíma fyrir spurninga núna eða seinna, Tóti. Já. Er einhver æstur í að spyrja einhverju? Þannig getum við geymt það. Já, Rósa. Þannig að þetta lýsakerfi, það talar við Ölmu. Já, það er tengt við Ölmu. Já. Bæði fram og tilbaka. Hún tjekkar í bókfræðigrunninum þegar við hljóðum inn færslum í Lísu. Og svo þegar að við samþykjum í Lísu þá fer það í keyrslu inn í Ölmu. Já, þannig að þið vinnið þetta inn í Lísu í rauninni. Já. Spurning á tjattinu. Rósa Björg spyr, halda sérfræðisögn áfram að merkja sína skýrslur? RH? Já. Að merkja sína skýrslur? Já, allt sem að fylgi gamla verklaginu, það fer bara sömu leið og það fór alltaf. Sem sagt, ef þið eru að skrá skýrsluefni fyrir eitthvað sérfræðisafn og þá gerir þið það bara eins. Þið skrá bara bókfræðifærsluðuna, merkja hana í 9 með RH-merkingu og þá fer hún gömlu leiðina. Ok, þá segi ég bara takk fyrir mig.